Komið sælblessuð, velkomin að Rauða borðinu, ég heiti Björn Þorláksson og það eru tveir góðir kollegar mínir með mér hér við Rauða borðið í kvöld. Sigurjón Magnús, blessaður. Ertu ekki hress? Jú, alveg fjall. Já. Alveg fjall. Fjallhress, en ekki hvað? Það er svona síðsumar, svona dagar fallegir. Já, einmitt. Þetta er allt gott. Gott að vera til. Já, heldur betur. Já, og Laufey? Við hefum ekki reynt eitt svo sem er. Nei, svo sem ekki. Laufey, ertu ekki bara peppuð? Jú, bara. Já, alltaf gaman í þjóðaratkvæðagreiðslu. Ég vildi að vera meira af þeim. Já. En hefur samt ekki verið svolítið leiðilegt fyrir þig að vera hérna upptökumanneskja og hlusta á þessi tugi af hérna sama efninu bara mismunandi viðmælendur? Pétur hefur nú aðeins hjálpað mér að hlusta, sko. En ungarnir stundum ekki að koma bara og taka þátt í umræðinni? Jú, það er alveg komaleg moment og örgulega Pétur líka, sko. Já, en hann er ekki hérna við borðið, en þú ert hérna. Ertu orðin leið á umræðinni, er spurningin? Ég veit það ekki, sko. Þetta er náttúrulega, mér leiðist þetta karp. Já. Svona þegar fólk er að ráðast á hvort annað og svona ætla hvort öðru einhverja hluti, sko. Já, það skilur hvort sem það ætlar að segja já eða nei. Þannig kemur alltaf þessi, já. Þannig að, Já. En það verður svona umræða. Þetta er svolítið þreytt. Já, það verður umræði í kvöld og þessi ekki karp. Já. Er það ég ekki? Jú, hún er náttúrulega hafin, sko, nú er klukkan orðin 8 að segja það til. Já. Nei, já, við sko í dagskráni hjá okkur. Já, við Rauða borðið. En ekki hvað. Það er eiginlega ekkert annað heldur en ESB í þætti kvöldsins og það voru einhverjir dagar fyrir þessari viku sem snerist ekki neitt annað en Evrópukosninguna. Sem von er. Sem Laufey segir, sko við þittum að fleiri þjóðaratkvæðagreiðslur og þá sjaldan þær eru, þá er náttúrulega þjóðin með. Við sjáum það bara á honum á þessu. Þjóðin er með. Og við sjáum það á hlustunar og áhorfstölum og kommentum og viðbröðum frá almenningi að þjóðin er þyrst. Þjóðin er þakklátt fyrir þessar upplýsingar. Ég sé það. Og hérna, ég ætla ekki að fara... Svo heyrum við það líka, fólki sem við hittum. Algjörlega. Og ég ætla ekki neitt sökudólgarleik, mogginn heldur í fram að Ríkisútvarpið hafi staðið sér illa í því að kynna þetta og fræða landsmenn. Ég ætla ekki neitt sökudólgarleik. Ég veit ekki hvort mogginn hefur hámsöðlað þetta þegar þeir eru að gagnrýna Ríkisútvarpið. En ég held að þetta samræðu form sem hér er, að við erum í rólegheitunum að reyna að fara á dýftina með mál. Ég sé ekki annað en að fólki líki þetta bara mjög vel. Ég myndi segja bara að mogginn er búin að vera bara gúan og fiskir í, sko. Það er bara að halda magnið, sko, ráði. En ekki það, sko, þetta er svo mikið. Mogginn í dag, hann er sko með fleiri tonna þessu, sko. Og það kemst enginn yfir að lesa þetta og alls ekki þeir sem eru sko öndveru meiri. Hvað er þeir að fara að lesa bara opnu eftir opnu hérna leikvæðinni í Ég held nefnilega að þessi ákæfið þeirra verði þeim að falli. Ef þeir ætla að dulbúa sig, þykjast vera hlutlagsfjölmiðill og þá ættu þeir að fara hans hægar. En það er svo mikið lætið þeim að ég held að þetta sé ekki að snúa neinu manni frá já og í nei. Þeir eru skjótið yfir markið. Eru þeir eitthvað að þykjast að vera hlutlagsfjölmiðill? Já, þeir eru því. Ég heyrði Stefáni Einari á Bylgjunni í morgun hjá Heimi Karlssyni. Hann sagði fólk er að segja að við séum hlutdrægur fjölmiðill í þessari kosningabaráttu. Ég er ósammála því. Þetta eru hans eigin orð. Þannig að þeir eru að þykjast. Þannig að þeir eru ennþá að þykjast. Þeir trúir sér svona. Já, einmitt. Okkar besti maður hérna Gunnar Smári, honum hefur verið hælt fyrir að vera mjög flinkur að draga alltaf fram mótraukinn eftir í hvern sem hann er að tala við. Ef hann er að tala við jáara þá hefur hann sér eins og neyjara, kemur allar spurningar um neyjaran og ef hann er að tala við neyjara þá kemur hann með spurningar í jáarana. Þannig að ég hef líka bara fengið mjög gott margt að heyra sérstaklega viðtölin hans. Og þetta er alveg búið að vera gaman, en það er rosa fínt að þessu sé lokið í bili. Þetta er svona, þetta reynir á okkur öll. Heyrðu, ég var að ræða einhver önnur fréttamál áður en við skellum okkur í þáttinn í kvöld. Það er eitt mál sem að tengist hérna henni Maríu Lilju Þrastadóttur sem hefur unnið hér töluvert mikið á samstöðinni. Mál sem varðar sérstaklega Semu. Þú þekkir þetta nú kannski aðeins betur en ég. Ég þær sem sagt mættu hjá hérna í héraðsdóm í gær, held ég, sýnist mér. Og hérna voru sem sagt að allavega Sema hefur hérna sett út status á
Facebook, þar sem hún segir hérna í dag mætti ég í Héraðsdóm Reykjavíkur þar sem ég þurfti að svara til saka vegna ákæru lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu gegn mér fyrir brot á lögum opinberar fjársafnanir. Er að ræða landsöfnun fyrir Palestínu sem fór fram snemma árs 2024 og var til þess að 200 einstaklingar komist undan þjóðamorði á Gaza. Ég ætlum ekki að lesa allan þennan status, hann langur. 2,5 ár síðan. En þetta búið að vera vera einhvern veginn ítrekkað. 2,5 ár síðan. Og það ekki lausar enn. Brotið hennar bara svo lítið, Þeir skila reikningum, en bara aðeins og sein. Já, við vorum alltaf kvittanir og endurskoðaða reikninga. En svo sjáum við að stjórnmálaflokkana rekið eftir þeim að skila. Ársreikningu sínum og uppgjörum. En svo kemur svona frjálsfélagasamtök og það er ákæra. Og eiginlega bara einn maður sem að hundeltir það allan tíman. Einar Hálfdanarson. Og eftir búið að vísa frá, þá kemur hann aftur með nýja kæru. Og nú sem sagt virðist lögreglan í Reykjavík búin að finna eitthvað sem að henni finnst efnislega duga til sakfellingar. Að þau hafi ekki skilað gögnunum strax. Heldur síðar og þau að gera það strax. Þetta einmitt eins og þau að benda og þetta eitthvað sem við öll það horft í gegnum fingur hjá öllum með eitthvað og svo orðbræð sem fylgir í hennar garða á netinu. Hún náttúrulega hefur þurft að sitja undir því alveg sama hvað hún gerir. En af því myndist á Maríu Lilju, hún ekki lengur hún virðist ekki lengur hafa stöðu grunaðar. Þetta bara sem tekur nú veit ég ekki, ég ekki með af því sem ég hef skoðað á internetinu, þá sýnist mér að svo sé. Þannig að við getum þú fagnað því fyrir hönd Maríu Lilju. Já, þetta snýst bara sömu, þetta mál. Það snýst bara hana og það bara, og okkur öll hinn bara, þetta ekki boðulegt að gera þetta. Þetta náttúrulega umulegt að það sé hægt að bara eyða tíma löggan sem að við erum öll að kvarta yfir, að gera ekki það sem okkur finnst hún eigi að gera. Alltaf finnur hún tíma í eitthvað svona. En svo þá hún, ef þetta fer þannig, þetta fer fyrir dóm og hún, og einhver refsing og henni verið frestað eitthvað svona, það bara sama. Þetta sama. Þetta alveg ótrúlega að gera einhverju mannesku þetta út af einhverju svona tillingaskýt. Það bara ómögulegt og þá býr hún það við það að vera búin að fá á sig sakadóm. Sakadóm, Þetta náttúrulega pólitískar ofsóknir. Já, hún segir að það sé pólitískar ofsóknir. En hún segir hérna að aðalmeðferð fari fram í lok október, þannig að það Ég spyr mig, ef hún hefði stutt Ísraelsríki, væri þessi atburðarás þá í gangi? Ég ætla bara að leyfa þessi spurning að lifa hérna. Eðlileg spurning. Já, eða ef hún hefði verið að bjarga Úkraínufólki undan stríði. Ég veit það ekki. Ef ekki bara skilja hlustundur áhörundur eftir með þær spurningar. Þetta alveg ótrúlega. Ég held að það sé vert að spyrja þeirra, Ég ætla að standa henni. Já. Þú gerir það þú veist, þetta náttúrulega bara og líka eins og fólk hefur verið að benda á, þú veist, að það eru alls konar safnanir sem að fara fram á internetinu, það hefur verið að safna fyrir til dæmis fólki sem er að ganga gegnum veikindi, fólk sem hefur þurft að upplifa missi skyndilegan. Já, ég meni það björguðu mannslífum, þessar stelpur, það björguðu mannslífum. Það orðið saknæmt núna? Það eitthvað svona rasismi. Já, það svo margt í þessu. Það við getum talað hérna dögum saman það sem að liggur undir. Það ekki fallegt. Nei, þetta ljótt. Og ákæruvaldin ekki til sóma. En við kannski reynum að fá hérna Semu hingað í stjórn. En fréttagsins náttúrulega svo að verðbólgumarkmiðin nást ekki og kjarasamningar eru núna í hættu og verðbólga hærri en hefur verið í 2 ár og hérna bara á flegiferð og menn eru svolítið að reyna að hengja Kristrúnu og þau í ríkisstjórninni fyrir að þau hafa einhverju leyti stuðlað að þessu með kostnaðarhækkunum og verðbólguhvetjandi hækkunum en það nú alveg ljóst að leiguverðið og flugfargjöld sýnist mér eiga þarna mestan þátt. Og utan að koma til þessu olían hvað mjög góður. En hvað haldið það, en þau áhrif verða enn meiri núna 1. september nema ríkisstjórnin komi bara saman helgina og framlengi þennan bensín. Það er svona verið að svindla svolítið á viktin. Þau eru að gera bara tímabundið og meðan er verið að mæla. Svo bara hækka aftur eftir mælingu.
Já, mér finnst þetta hérna, sko, að segja það, að, sko, samtök atvinnulífsins stendur hér bara með Bjarna í Fossari. Og hérna, ríkissáttasemjari, svo kemur, hérna, launafólkið. Þar eru margir hausar, sko, og ólíkir. Ég held að, sko, ekki Sólveig Anna fyrst eða annar varaforseti Alþýðusambandsins og Halla Gunnarsdóttir þar á eftir. Það samvinna þeirra held ég sé ekkert sjálfsög, sko. Nei. Alls ekki. Og Viljáns, Birgissonar og Sonju Ír. Ég bara ekkert vissin. Ég held að sko, launafólk stendur bara frammi fyrir miklu vanda. Vegna þess að sko, að fórusta þeirra þessi mörgum félag og svona, tvísturt. Já, það ekki gott. En spáru verkvöldum? Nei, ég gera það nú ekki, sko. Nei, ég held ekki. Ég held að menn muni einhvern veginn skýta miksa þetta. Já, frestur yllir bestur, sko. Ég held að vera eitthvað svolítið, sko. Já. Að hérna, það sjáu sér engin hag í verkefnum. Ég held að vera þannig. En þegar svona forsendu ákvæði halda ekki og menn kannski taka hóflegri launahækkanir en ella í trausti þess að stjórnvöld ná að halda niður í verðbólgu og svona og þar með vöxtum. Þetta svona spurning hvað þetta þýðir fyrir framhaldið að þetta hafi ekki gengið núna. Kannski verða verkalýðsfélög, launafólk síður ginnkeypt fyrir samningum eins og voru gerðir síðast í. Maður veit það ekki. Já, það getur verið. Sko. Það getur verið. Það getur verið. Já. Ja, þetta er vandasamt mál. Sko. Já. Já. En þetta ekki fyrst október sem að... Sko, jú, ég held að. Ef þau segir samningur, taka þetta á gildi fyrst október. Já, ég held að segjum í október, ekki með fyrir fram. Já, þetta næstu viku verða svolítið þessum. Já, það verða læti, sko. Það náttúrulega búið að vera að tala þetta núna í nokkra mánuði að hérna kjarasamningar munu bresta. Jú, það er bara búin að horfa árasturinn verða. Já, akkurat, þetta er svo að horfa á hérna lestarslys í slow-mo. Með tölun í dag þá alveg þverbresta þeir bresta með kvelli af því að verðbólgan er bara, hún stekkur upp, sko, sem eru ægileg vonbrigði. Ég meina, sjáu þið bara hérna næstu stýrivaxta ákvarðanir Seðlabankans að óbreytt og svona bara, það er nú ekki eins og vextirnir séu ekki alveg hreint í sko hæstu hæðum núna, þeir getur enn hækkað. Já, það er að bara skvetta olíu á eldinn, sko. Þetta er hæðilegt. Það er ekki hægt. Það er sko meðal annars það sem að fólk vill í þessum kosningum Evrópusambandið, það er við verðum að reyna annan gjaldmiðil, við verðum að reyna að búa við svipu kjör og í öðrum löndum. Já. Og sama tíma er þetta dynja yfir, sko. Forsendur kjarasamninga brostnaður af því að verðlagi eru úr öllu valdi, láninu að hækka. Við fáum pósta frá bönkunum okkar, ég fekk frá bákválum mínum að hérna, ég geti verið að fara inn á rafræn skjöl og séð hvaða ógeð mér var sent, sko. Þetta er bara, þetta er að gerast núna, bara rétt fyrir kosningarnar. Þannig að þeir sem að hugsa Evrópusambandið, út af þessu, út af evrunni, út af lánakjörum, það er bara mitt á það bara núna alla daga. Sko. Sumir munu horfa á kosninguna núna á laugardaginn sem einmitt kosningu þetta. Sumir munu segja já til þess að reyna að losna út úr íslenska efnahagsvítaringnum. Sumir munu gera það. Aðrir telja sig að vera að kjósa með eitthvað allt annað. Það er eins og gengur. En þetta verður spennandi. En svo getur líka hort á hvað ekki með 160 miljardar gjaldeyrisvarafórn. Jú. Hvað heldur kostið að reka það? Já. Og ef við færum í evruna þá getum við bara, myndi þetta bara losna. Nei, ég held að fólk sé, þetta sé svona vatna á millu í ára. Þetta hallar í sástand. Heyrðu, ef þú ekki bara vind okkur í þáttinn, við ljúkum honum á því að hann Valur Gunnarsson, sagnfræðingur og rithöfundur, hann kemur hingað og ræðir meðal annars hluti sem tengjast þessu sem þú ert að segja, Sigurjón. Hann er svona hluta til að horfa á Evrópu í sögulegu friðarljósi frá síðari heimstyrjöld og telur nú augljóslega við Íslendingar ættu nú að halla okkur að meginlandi Evrópu frekar en Bandaríkjunum. En hann segir líka margt annað áhugavert í þessu spjalli og
og hann segir að þeir sem hamist mest gegn ESB ættu átta sig á því að það yrðu nú ESB-ríkin sem yrðu fyrst til þess að vera krafin aðstóð ef eitthvað hræðilegt kæmi fyrir hérlendis. Og þetta nú svolítið til marks tvöfeldnina sem í umræðinu, það mikil tvöfeldni í umræðinni. En við ætlum svona að enda þáttinn á þessu spjalli við Val. Þar á undan kemur Gísli Tryggvason lögmaður og ræðir álitamál einmitt í Evrópurétti og hvaða breytingar getur orðið til góðs eða íls ef Ísland yrði aðili að Evrópusambandinu, hvernig yrði samið. Hann segir, hann Gísli, að það leiki engin vafi á því að staðbundnu fiskistofnarnir okkar, það verði ekkert rifrildum þá. ESB segir bara strax á fyrsta fundi, allt í lagi, þið þá. Það sé bara deilistofnarnir. Þekkir þetta vel? Já, ég bara eins og mörg ár, sko, hefur verið þannig að staðbundnir stofnar, við höfum veitt úr þeim í svo langan tíma að það á ekkert annað ríki sögu eða heimildir til að veiða í okkar staðbundnum stofnum. Þannig að það, og svo auk þess, landhelgin okkar liggur ekki í landhelgin okkur annað þjóðar. Þannig að við erum alveg einangruð með þetta og svo lengi sem ég nú gamall sjóari og ég talaði við margum þetta, nú ég ekki að tala bara út af þessari kosningavaratu, þetta er bara alltaf verið svona. Menn hafa sagt, þetta eigum við einn. Og svo aftur deilistofnanir, það sem við höfum verið svolítið frek, sko. Við höfum ekki tekið þátt í samningum og vilt bara svo sýnist og meira saman fiskin og meðan hann verið minni. Veist það ekki, allt svona, við hefum ekki stáð okkur vel í deilistofnum. En við eigum samt einhvern veiði rétt þar, þannig að við fáum, með öðrum þjóðum. Já. Og það náttúrulega... Þetta er stofnar náttúrulega sem að koma svo inn í okkar landhelgi. En við getum ekki beðið eftir því. Við erum að veiða hann, hann þroskast á leiðinni, og er betri vara þegar hann kemur, en við höfum ekki getað beðið. Og þannig að þetta er deilistofnanir, það verður málið. Já. En staðbundnu stofnanir eru mikil meiri hluti í hagsmunum okkar, ekki satt? Staðbundnu stofnanir eru mikil meiri hluti í hagsmunum okkar, ekki satt? Já, það er bara sem við þekkjum, bara þorskur, karfi, ísa og þetta saman, Þessi stofnar, þeir bara innan í okkar landhelgi eru þeir okkar. Þetta er alveg bara, held ég sé, alveg kristalltært. Já. Og við Gísli ræðum líka svolítið hann fer aðeins inn á fjölskylduna og rifrildin sem eru og viðkvæmni og sársauka og svona. Ég hef svolítið verið að ræða við fólk kynnast persónulega því hvernig fólk upplifir þessa kosningabaráttu, því ég veit persónulega af mörgum dæmi kringum mig þar sem að ég veit vinslit sem hafa orðið út af þessari kosningu. Þetta er bara búið að vera mjög viðkvæmt. Og það er alltaf fyndið að Gísli segist eiga 2 bræður og sem sé mjög ósamstiga Gísla í skoðunum. Gísli segir já, en 2 bræður hans sem að beita sem mikið segja nei og hann getur rætt við annan en ekki hinn. Já. Og þá er það bara þannig. Við reynum ekki að ræða þetta mál. Og við vorum að velta því fyrir okkur hvort við þurfum ekki aðeins fleiri þjóðaratkvæðagreiðslu til þess að við getum bara öll hitt hvort annað að verið ósammála. Og líka því að þetta er ekki beint þetta virðist ekki vera flokkspólitískt eða Já, sumpart. Já, nei, ég meina að fólk er ósammála innan mismunandi hreyfinga. Jú, það er það. Og sem það eru félagasamtök eða stjórnmálaflokkar eða þannig að já. Við getum verið sammála þetta mál, en algjörlega ósammála pólitíkina sjálfa heima. Já, það er líka því að það eru náttúrulega mismunandi forsendur bæði fyrir jáin og nein. Það er mismunandi sem að fólk er að mismunandi hlutir sem fólk er að horfa á, en það eru náttúrulega bara mismunandi hlutir sem skipta okkur máli. Valur segir að interneti sé búið að eyðileggja lýðræðið. Já, það engin viti neitt nokkuð, engin treysti nokkru og þá förum við í einhverja svona dularfulla tilfinningar sem við finnum innra með okkur og hjá öðru fólki. Það er líka áhugaverð skoðun. Ég var að horfa á myndband með Bubba Mortensen sem var í Laxá í Aðaldal og reið kjaft, hann var bara komin aftur í bara rokki standart út í á
og þá var hann allar að segja já. Og hann sko, farinn á Facebook-síðinu Bubba Mortens og sjá þetta. Hann ekkert að spara þetta, sko. Nei, ég mista Bubba, en ég heyrði eins og nýtt lag eftir kallinu í útvarpinu í dag. Já, ok. Þannig að hann enn að skrifa og semja, duglegur. Það ekki Evrópusambandi? Nei, ég held ekki. Nú síðan kemur Steinar Harðarsson, hann öldungur, vissu að hann 82 ára gaman. Ótrúlega. Rúsalega bera, segir ég veit það. Baróttum á mikill. Já, hann kemur sem fyrrum svæðistjóri vinnueftirlitsins og ræði við mig vinnueftirlit. Það að mestu leyti þetta nú svona ótengt Evrópumálunum, en samt ekki alveg. En þú ætlar að hefja leik með þínum góðu gestum, Sigurjón. Hvað ætlar þú að bjóða upp á? Sko, þau koma til mín, Kristín Ásgeirsdóttir, sem var á þingi fyrir kvennalistan á sínum tíma, Sigurður Már Jónsson, sem vann með mig lengi á DFF og pressunni en hann svona mokkamaður svolítið, skrifa mikið inn á bloggi á mokkunum og heldur úti vef sem heitir Hluthafinn á samt Jóníki Haugsinni og svo annar fyrirvinnufélagi minn og nafni hans, Sigurður Þór Salvarsson, sem bæði blaðamaður og þýðandi og þetta fólk sem allt yfir skoðanir, en ekki alveg eins, ekki sömu skoðunna, svo það koma fram hjá þeim svona 3 skoðanir. Já, og Kristín Ásgeirsdóttir. Og þú ert búin að Nei, þú glemtir henni. Já, Kristín Ásgeirsdóttir, já. Og þú ert búin að endurheimta þitt eigin nafn á þínum eigin þætti. Já, og ég ætla að leyfa þig bara að vera í friði með það núna. Manstu í fyrra þegar þú varst að ætla að bakka aðeins út úr dagskrárgerðinni og fekkið að lánað, en svo ertu bara komið með það núna aftur. Já. Reynsluboltarnir eru þínir. Já, þetta er ágætt nafn, sko, þá maður með fólk sem svona... Og þú ætlar svona í þessum þætti eins og síðar, þá ætlar að leita til fólk sem hefur svona lifað tíman að tvenna. Já, en sko, ég vil byrja þetta á öðru, sko. Ég vil byrja þetta á uppsögnunum í Reykjavík, til dæmis. Já, einmitt. Svona svo að ESB taki ekki allt, sko. Já, það mjög gott. Einmitt. En það eru þær náttúrulega mál sem svolítið að hverfa í í þessu Evrópu dæmi. Já, ég held þessi rétt þær. Kannski tímasetningin ekki tilviljun. Nei, hún örugglega ekki tilviljun. Þetta góð punktur á lögu. En það er svona... En þetta er náttúrulega rosalegt og mér finnst svo áhugavert líka að þetta að koma í byrjun skólaárs. Já. Bara rétt áður en skólarnir byrja, þá bara búið að stróka út Skólalegin sem er að vera til að reyna að koma í veg fyrir einhvern og fleira skólalóðinni, sko. Já, eru bara, Einmitt, og nú segja þetta séu bara 15% þeirra niðurskurðar aðgerða sem séu framöndan. Já, búið það bara alveg. Þeir eru bara hlaða hrískotabissunar. Já, enda þau ætlaðu að fara í allt strax, Sjálfstæðisflokkurinn, þannig að... Býðið þið bara, segir fólki, sko, það að segja, sko, fjöldamanns. Býðið þið bara. Svo ráðu þau sitt eigi fólk í staðinn. Svo það. Við þekkjum minnstrið. Það verður ekki alveg strax, kannski. Ég tek þetta aftur. Þetta er eitthvað sem ég get ekki leyft mér að staðhafa. Nei. En ekki byrjað að útvista þessu starfum? Og ekki verið að bjóða þessu fólki lægri laun hjá einhverju fyrirtækjum? Ég vil fá að sjá lista yfir alla þessar stjórnendur sem fengu uppsagnarbréf. Þau segir þessu myndlistjórnendur og fólk sem er svona ofalega eitthvað í skipuritinu. Ég vil bara fá að sjá þessu nöfn. Ég veit ekki hvort ég trúi þessu. Bara óska eftir. Þetta er náttúrulega ekki komið allt í ljós ennþá. Nei, akkurat. Þannig að við kannski þurfum ekki að alhæfa um það, en þetta er... En þau eru að svara spurningu frá okkur. Það er ekkit... Gott hjá þér að einmitt fara með þínum viðmælendum í þetta mál, því að það hefur svolítið fallega milli skips og bryggju hjá okkur hér. Þetta er kannski eitthvað sem við tökum upp eftir helgi. Og ekki síst það, þetta sé bara byrjunin, sko. Já. Býðið þið bara, Þú rættir þetta nú aðeins í gæri, Jú, aðeins, en ekki nægilega. Formann kennarasambandsins. Ekki sem skildi. Nei. Að halda áfram aðhaldi í þessum efnum. Já.
Heyrðu, ég var að segja þetta gott bara það bara. Það er ekki. Jú, Það er ekki bara allt kátt og glöf. Jú, áfram Ísland og þá á ég ekki endilega við slagur þeirra sem ætla að segja nei, heldur bara áfram Ísland. Það nýr mánuður framöndan og eins og þú segir, það er bara veðrið er búið að fallegt og gott að vera til. Það segir. Já, og enn betra að vera til ef þú ert áskrifandi að samstöðinni og ef þú hefur verið að velta því fyrir þér en hefur ekki komið því í verk, þá bendi ég á að það er afskaplega lítið mál að fara inn á vefslóðuna samstöðin.is og finna áskriftarhnappinn þar til gerða og fyrir aðeins 2.750 krónur á mánuði getur þú stoltur sagt þér, vinuðinum og fjölskylduðinni að þú gerir allt sem þú getur til þess að viðhalda fjölbreytni í dagskrárgerð og fjölmiðlun á Íslandi og einnig þið ykkar sem eru duglega að dreifa okkar efni og talið bara vel um okkur, hvað sem það er í hitapottunum eða hvað það er, við erum ykkur þakklátt, við værum ekkert án ykkar. En það styttist í að Sigurjón Magnús hefji hér leik með góðum gestum í þættinum reynsluboltum. Ekki fara langt. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund. Það er til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. PISA-prófið mælir getu í því að lesa milli línanna erfiða fræðilega texta. Það er beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram og með því sé hægt að segja að helmingur drengjan okkar kunna ekki að lesa. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is